Í dag erum við með sérstakann gest. Velkomin. Takk fyrir. Loksins. Við erum búin að gera þetta alveg frekar lengi. Ég held við tölum þetta fyrir þegar seinni bylgjan af COVID var í rauninni komin af stað. Já. Og þá voru við bara, þegar við megum fá gesti, verður þú til að koma? Já, það er ótrúlega langt síðan. Það er fáránlega langt síðan. Já. Pæli var langt síðan, en samt einhvern veginn, líður tíminn. Já. Það er ótrúlegt. En Inga, velkomin í teboðir. Þú vilt kannski kynna þig bara? Já, ég heiti Inga og ég er með podcastið Illverk. Yes. Og já. Sem fjallar glæpi. Já. Sannsögulega glæpi og bara alls konar conspiracies og skrifna hluti. Já. Gekkja, við mælum með að hlusta á Illverk. Já, 100%. Og ég veit að þeir sem eru teboðsfan eru augljóslega fíla draugasögur, þannig að maður getur alveg að gefa sér það að þeir fíli glæpasögur líka. Já, allan það. Það er oft svona, á sama kalibera að fíla bæði. En þættin þú fer svo djúpt ofan í hvert mál. Hvað tekur það langa? Ég var bara að hugsa þetta þegar ég hlusta á mjög marga þætti, en ég er alltaf bara hvað tekur þetta langa tíma að rannsaka eitt svona mál? Sko, það fer svolítið eftir því hvað ég er að taka. Já. En ef ég nefni bara sem dæmi, þú veist, eitthvað frægt, eins og Ted Bundy, sem er ótrúlega frægt mál. Og það tók mig svona 2 vikur og þetta var svona 50 blaðsina 100. Oh my god. Já, af því að þú veist, ég vill líka kafa svo mikið inn í, þú veist, fortíðina hans, hvernig barnan var, ég vill alltaf hafa það inn og, þú veist, geðraskarnir hans og eitthvað svo leiðis, þannig að ég reyna að stikla ekki beint á stóru í þessu, þess að það tekur þetta svona langan tíma. Já, vissulega. En það voru líka alveg nokkri þættir, eða ekki? Ég gerði 4 hann. Já, 4. Einn þáttur verið bara 10 tímar. Nákvæmlega. Sér, það er rosalegt. En þú varst líka að þú ert ekki bara með Illverk podcastið, þú ert líka með krakka Illverk. Já, ég var að gefa út Illverk krakkar og Illverk teens. Oh my god, Já, það er óslega skemmtilegt. Og hver er þá munurinn milli krakkar og teens? Er það svona aðeins meira brútal og svo? Já, þetta er samt eða ekkert brútal, því að Illverk er orðið miklu meira svona cover yfir allt sem ég er að gera. Þú veist, eins og ég er að búa til spil og þetta er einu fyrirtæki mitt heitir bara Illverk. Og þóttu þetta heiti Illverk krakkar, þá er þetta ekkert eitthvað svona horrible. En það eru þú veist draugar, og eins og Illverk krakkar, þá eru þú veist draugsidúlla og eitthvað svona. Þú veist, ég gerir svona creepy hluti að krútlu, eins og að beinagrind í því og eitthvað svona. Og að því mér fannst það svona aðeins svo barnalegt, þannig ég ákvaði að búa líka til teens. Það eru svona úlingasögur bara. Vá, geðveikt. Það er svona basically eins og sjónvarp, skilur. Já. Og svo líka og svo fullarins. Vá, geggjað. Já, þetta er ógeðslega skemmtilegt. Já. En ég er að skrifa alla daga. Og þú ert búin til spil, sagði það? Já. Ok, við þurfum þetta spil, sko. Við erum mestu spilafans. Ég var með að hlusta þáttin eitthvað þar sem þið voru að tala um spil í svona 40 myndir. Já. Ég var bara ég þarf að henda þessu spil. Þetta kemur út næstu jól, svona chunky bólspil. Best. Líka best að gefa út spil fyrir jól, sko. Hvað gerum við, eins og við tölum í þeim þætti, maður gerir ekki neitt annað en að hittast að spila, sko. Ángríns. Besta jólagjöfun, sko. En byrju, Illverk spil, hvað ertu þá morðingi, eða? Já, ég er að blanda saman nokkrum konseptum af spilum sem ég fíla, eins og ég elska hættuspilið og ég elska spurningaspil og þetta er svona hlutverka spurninga áhættuleikur bara úr drepin og svo ekki rétt. Já. Það voru sig og smá Secret Hitler. Já, hefur pröfað Secret Hitler? Nei. Þú verður að pröfa það. Já. Það er skemmtilegt spil. Ef þú ert spilafan, þá ég spila fan, sko, en ég var svo ógeðslega tapsár. Já, þá, Það er, þú ert náttúrulega alltaf bara 2 lið þar. Já, það er skil í liði. Nei. Ég út í þetta. Þetta er hættulegt topic. Þetta er mjög hættulegt topic, en ég er mjög spennt fyrir spili. Já, líka. Og svo skrifaður bók, eins og við myndumst aðeins að neina á, þannig að þú skrifaði bók líka. Já. Þetta er bara þvílík kona. Já, þvílík kona. Já, ég ákastist í fyrir það bara að því ég hef alltaf ætlað að vera rithöfundur. Þú veist, þegar ég var lítill krakki þá var eitthvað kennari, ég var að skrifa, þú veist, leikrit, þú veist, ég var alltaf að skrifa eitthvað. Svo ákveði ég fyrir bara, ég ætla að gefa út bók. Byrjaði bara á henni og svo núna er ég að fara að gefa út aðra. Þetta er ógeðslega skemmtilegt. Til hamingju. Til hamingju, þetta er geggjað. Þú byrjar svona að segja að lesa kafla í podcastinu úr bókinu, eða ekki? Jú, þetta byrjaði allt þannig að sko mér langaði svo að búa til eitthvað sjálf og ég er eitthvað, hvernig get ég gerst það, þú veist, hvernig
þannig ég fór að prófa að skrifa bara fyrsta kaplan, þú veist, ég var komið hugmyndasögu og prófa að skrifa kaplan og gefa það út í áskriftaleðinu minni. Já. Af því að, langaði bara að prófa það og þetta bara svona sló gett í gegn. Ef þú veist, fólk var bara, oh my god, hvað er þetta? Þú veist, hvað saga er þetta? Þú veist, samtið þú þetta? Ég alveg, var alltaf að gefa út meira og meira og svo hafði bókaútgáfa samband við mig, sem var áskrifandi hjá mér. Já, og bara, ég held að þetta maður að gefa þetta út. Og so I did. I just did. Til hamingju. Þetta kom út, eða ekki svona seinni hluta 2020? Jú. Þetta kom út í nóvember 2020. Nóvember, já. Geðveikt. Og þetta er glæpasaga? Þetta er glæpasaga og svona sálfræði draugatrillir. Oh my god. Hún er svolítið, svona brútal. Já, hljómar fárulega vel. Og næsta bók sem kemur út páskana er svona vol 2 af þessari. Og þá fer ég dýpra í karakterana sem eru í þessari. Já. Okay. Þannig að þú basically þarft að vera búin að lesa bók 1. Það er betra, já. Það er betra. Ég mæli með því, sko. Ok. Hvar fyrstu áhugan á, sorry, ég er bara eins og yfirherraði Bring it. En ég bara í alveg að því að, þú veist, hvar fyrstu áhugan á bara, þú veist, ég reyna að segja þetta eitthvað svona fallega, en þú veist, ég er mjög mikið áhuga á morðum. Og það er svo aðslægt að segja þetta. Já, ég veit það. Þú veist, skiljið, maður hljómar eitthvað pínu skrítin, þegar maður áhuga á morðum. Þetta er pínu svona, þetta var tabókslega lengi. Já. En svo einhvern veginn eru svo miklu fleiri maður heldur. Já, og það er nefnilega málið. En þetta er bara svo áhugavert. Það er bara það. Þú veist, mann langar ekkert að sjá eitthvað gory shit. Nei. En það er bara hugsunin á baku þetta og hvernig þetta er gert og það er bara eitthvað svo interesting. Man langar bara að stöddja manneskil sem að gera ekki svona hluti. Það er bara það, sko. Bara hvað, þú veist, af því að maður tengir ekki neitt. Ekki neitt, sko. Og maður er bara hvernig dattir þetta í hug. Eins og þarna gæinn sem ég man aldrei hvað hann heitir, sem hann ógeðið, þessum að var stóri. Nei, fletta húð af döðum konum og eitthvað. Ég veit ekki. Sem var að búa til húðbelti. Já. Hann er ógeð. Já, maður er bara eitthvað svona just what went wrong, skiljið. Bara eitthvað svona nefnilega sem er bara með alveg vennilega æsku, maður er svona hvernig. Einmitt. Bara lúkka alveg vennilega, svo Ted Bundy, skiljið, hann bara alveg lúkkar alveg eðlilegus og bara í námi og klár og bara hvað, þú veist. Hvað gerðist? Það er svo áhverjast að spá í hvað gerðist inn í haustum á þessu fólki. Já. Þetta er sturlun. En já, þú hefur alltaf haft áhuga á þessu og svo varstu bara, hei, ég gerir bara podcast. Sko, ég man ógeðslega vel eftir þegar ég fekk fyrst áhuga á þessu. Þá, var mamma og pabbi að horfa á Sönnísleins sakamál. Ok. Ég man ekki hvað á gömul, ég var samt eitthvað lítil og ég mátti alls ekki horfa á það. Og þau munu stefið. Það er svo hræðilegt eitthvað. Og svefngangurinn okkar, þú veist, þegar þú labbaði svefnganginn þá var þú veist stofan og svo snýrðuði baki í mann. Þannig ég var alltaf laumast svona fram og kíkja og horfa og svo var ég náttúrulega ógeðslega hrædd. Mér fannst þetta svona svo áhugavert. Þannig að ég fór alltaf að stelast til að horfa og síðan þá hef ég hort á það allt. Svo kom YouTube, þá gæti maður að fara að researcha þar. Mér var alltaf fundist þetta bara ótrúlega áhugavert. Svo fór ég að hlusta ótrúlega mikið á erlend podcast true crime. Þú veist, ég held ég að byrja 2019 eða eitthvað. Þá var ekkert mikið að podcastum. Nei, alls ekki. Ekki eins og er í dag. Nei, hann er alltaf 400 eða eitthvað í dag ángríns. Og ég var bara að því ég hef alltaf ótrúlega mikla svona tjáningaþörf. Ég hef alltaf verið svona, ég veit ekki hvort ég á að segja athyglisjúk. Nei, við tengjum, sko. Ég vill alltaf vera að blogga eða gera eitthvað. En ég var bara ég gerir podcast. Tók að bara upp á símann. Já, það? Já. Vel gert. Ég var bara ég voice memos að taka upp podcast. Vel gert. Hvað stjörnumerki ertu? Hrútur. Veitu hvað það var? 19. apríl. Oh my fucking god. Það er spennandi. Kannski. Hvað? Að ég sett 15. Við erum alltaf eitthvað svona við erum að reyna svona ég sett 15. apríl. Þannig við erum að reyna að stúdra hrútin, skilurðu. Ok. Ef það myndi gerast, þannig náttúrulega ef hún fer 5 dögum yfir, þá náttúrulega er hún naut. Já, einmitt. Þannig að við erum svona að reyna. Hrútar eru með mjög mikla framkvæmda þörf. Ok. Og svona með mikið járnum í eldinum og vilja gera ógeðslega mikið í einu. Ok, fíla það. Stundum aðeins svo mikið. Já, ég tengi mjög mikið hrútin. Já. Þetta er skemmtilegt. Þetta hugmyndum og gott merki. Þú sagði 19. Já. Sér degi fyrir Adolf Hitler. Jáp. Sælir. Nálægt. Herru, ok, áður við skellum okkur í topic dagsins, þá er vert að minnast á styrkþaðalinn okkar, Lauga Spa, we love you. Organic skincare, en auðvitað bara, það er ennþá kallt úti og... Við þurfum samt að vera að nota rakamaska. Þannig að við ætlum að nota rakamaska frá Lauga Spa, sjálfsög.
og mælum með fyrir alla. Mask Radiant. You gotta try. Yes. Hljóma vel. Já, Þeir alveg að selja mér þetta. Þú verður að testa þetta, Ég sko í alvörinni, bara sofa með hann líka. Já. Hann svo léttur og góður, það bara, maður verður vakna bara, Já, ég viðurkenni búmi minn, Já. af því að þetta var kaldur í janúar, en í gær án ég fór að sofa, ég held maður á að setja 2-3 dropa af, þú veist, ef maður á hérna dropana. Já. Ég setti 6 dropa af í gær með rakakreminu mínu, af því ég var bara eitthvað, ég er svo fucking þurrastar, ég veit ekki hvað gerast. Húðum hans er alveg bara fucked up. Já, ángríns. Og bara eitthvað, varirnar mínu að skrælna af og ég bara, hvað ástand er Þú verður þetta? að drekka vatn líka, sko. Já, svo verður ég líka bara að setja mér í rakamaskami. Já. Þú Það er duglegur bara að því. það er nokkuð augljóst. Heyrðu, Sunna, ætlar þú að hella upp á te fyrir okkur? Já, ég skal gera, sorry. Ekkert mál. Þið fræga te. Já, við erum samt alltaf eitthvað að testa eitthvað tepóka og eitthvað svona. Ok. Við erum nokkuð sáttum með þennan, Já, sko. við fengum þetta í gjöf frá vinkonu okkar, þetta Já. er ógeðslega gott. Ógeðslega mikið dúlla. Geggjað. Kannski ég leiður aðeins að sóka og það tekur sopa. Já, þetta er sem sagt piparmyntu og lakrís, vonandi finnst þér það gott. Já. Þú erum ekki eins og Það spyrja kom þig. mér að óvart, sko. Ég Já. var bara, Lakrís good, pepmynta good. Já. Can't go wrong. ángríns. Herru, við ætlum að tala um Hollywood morð í hérna þessum þætti. Yes. Og ógeðslega fyndið að við vorum að tala um þetta rétt þannig að við byrjum að taka upp að það var einmitt eitthvað sem sendi okkur á Instagram eitthvað, þetta að taka Hollywood morð og við eitthvað svona, við vitum það, við erum að fara að taka þau upp og þetta er smá, já. En hérna það er svo, þú veist það er svo mörg mál, þú veist það er svo margir ok, þú veist það er ekki eitthvað margir sem hafa kannski endilega verið drepnir en eins og þú sagðir, þú veist það er margir sem hafa dáið á mjög suspicious Grunsamlegan hátt. grunnsamlegan hérna hátt að það er verðt að skoða það en ég held svona frægustu málin eða kannski málin sem hafa orðið frægust ok, 100% Nicole Brown Simpson 100% sko. eða ekki? Jú, algjörlega og bara réttahöldin og allt. Já, fyrirhundi kona O.J. Simpson Já. það er náttúrulega bara trillt það er trillt mál Það er rugl, sko. Bara Það er ótrúlegt, galið, sko. það er náttúrulega bara, þú veist, eins og það mál það væri bara eitthvað, ef maður tæki það fyrir þá þyrfti það nefnilega svona 7 þætti Já, Þú veist, bara 7 svona- kannski. Og hann alltaf hérna frændi Your Kim. Já, Kimi. hann er frændið maður Kimi og mögulega pappi Chloe en who knows Spáði því. Já, það er eitthvað samsæðiskenning Ég trúi. Er það? Það? Þau eru mér lík nef. Já Við trúum því ekki Nei, trú. Fórum ekki DNA-próf eða þú veist. Jú, þú veist, hún gerði það í þáttunum en Já. you never know You never know. Svo náttúrulega Tupac hann var náttúrulega drepinn og það er mjög stórt mál B.I.G. líka hérna rappari eða tónlistamæður sem var drepinn Biggie Smalls. Já, Biggie Smalls. Já, mjög stórt mál líka og það er bæði með þessi 3 mál sem ég var að nefna þarna sem er ógeðslega mikið af svona grunnsamlegum hlutum í kringum þannig að fyrst við sunnum að ætluðum að kynna okkur eins og Tupac og B.I.G. Biggie Smalls en svo að því að það er svo mikið um þetta samsæriskenningum að þá eru bara Þetta er erfitt að fara yfir þetta. já, sko. það er ógeðslega erfitt þannig að við kannski gefum þeim sérþátt Já. setna meir Allan daginn. Marvin Gaye líka hérna söngvari tónlistamæður Let's get it on. Já, og svo er það Gianni Versace Já. sem að Sunnum ætlar að segja okkur frá eftir smá Gianni okkar. Gianni. Veist þú söguna hans? Já. Ég Ok. horfði líka á hann á Netflix. Já, þættirnir eru geggjaði góðir, þættir, sko. Mælu með þeim Já. The Assassination of Gianni Versace Já. on Netflix. Það er sjúklega vel leikið. Ótrúlega. Ógeðslega flottir Líka elska bara, sorry, en það sem er að leika hérna Cunningham, Andrew Cunningham, Já. morðingjan. Það er sjúkur sko. Já, ég elska hann leikara. Þetta er Darren Criss. Hann hérna leikur í Glee. Hann leikur Glee, já Og hann alveg leikur líka í smá nördalegt A Harry Potter musical sem er Harry Potter musical sem ég elska alltaf þegar ég var yngri eða í svona grunnskóla. Bara svona í gær Já, bara, ég var að horfa í gær. Þannig að ég tengi ekki mikið hann, það er svo skrítið og hann er ókslega líkur honum. Já, mjög líkur weird, honum. Ég man sko. því að googla þetta á sínum tíma Já. þegar þættinni kom út. En það er einmitt sömu sem gerðu hérna The Assassination of Gianni Versace og The People vs. O.J. Simpson Já. þættina. Já, Sem er er það líka. sömu framleiðin? Já, þetta er einu sama seria Já, ok. heitir eitthvað, ég man ekki, en þetta er einu sama seria sem er framleiðendur, bara nýtt mál tekið fyrir. Það er Ótrúlega vel gert, bæði. Fárlega vel geggjaði gert. þetta sko. Mæli með. Erfitt að horfa á Ross samt í Sem Rob. Já, sem Rob Kardashian. Maður gata eiginlega ekki. Nei, svolítið Ég erfitt sko. fíla það, sko. Já, ég eitthvað neginn. Ég ætla að gefa hann svona annað fyrir mér. Hann er líka Rob fyrir mér, sko. Já. Það? Já. Já, ok, geggja. Hann náði mér alveg, sko. Já, ok, gott. Það er gott. Því ég var stundum svona, wow,
Ross, þú því Rob. En hann gerði þetta vel, sko. Gerði það mjög vel. En hérna, já, og ég rannsakaði hans máli með Selínu, söngkonuna. Já, einmitt. Veistu þú eitthvað um það? Ég var eitthvað að skoða þetta á hann og sá ég hann. Ég þekki hann ekkert þannig síðan. Það var eitthvað rosalegt samt. Já, þegar ég var alveg svona, og þegar ég aðeins byrjaði svona gruggi í þessu, ég vissi ég gæti einmitt ekki farið í bara, þú veist, það sem maður myndi langa að vita. Þú veist, mér myndi langa að heyra bara illverk þá sem færi bara alveg í þetta. En það að því ég gerði það ekki, en samt var ég bara vákvað, þetta er gaman. Þú veist, að vera rannsaka, vera að hlusta á YouTube-myndböndum þetta og viðtal og eitthvað svona. Þetta er alveg geðvið skemmtilegt. Þannig að ég skilði vel að hafa gert það bara aðeins. Já, algjörlega. En þú ert með mál líka. Svo ég kom með svona gamaldags punkta. Já, ég fíla það. Teipóðið punktar. Já, við þurfum að fara að vera duglegir að prenta út. En ég ætla að fara eins yfir Brittany Murphy. Já, ég gerði þátt um hana. Já. Það er svo ótrúlega áhugavert, en það er ekki morð. Nei. En það er skemmtilegt fyrst. Og svo langum við að fara eins yfir Marilyn okkar. Já, sjálfsög. Marilyn okkar, Monroe. Monroe. En hérna, þú sagðir um Brittany Murphy og ég bara, ég hef aldrei heyrt neitt um það. Svo skrítið, Ég man þegar hún dó. Sorry, byrju, er það hérna Clueless-skjalan? Já, Clueless, nördast ekki. Vá, ég var einmitt að sjá einhverju frétt bara um daginn þetta aftur. Það er ennþá verið að skoða þetta svo mikið. Já. Það er svo skrítið, sko. Ég veit sko 0. Ég vissi ekki að hún var dáin. Veistu ekki að hún var dáin? Nei. Wow. Ekki sem ég myndi það ekki. Ég sá þetta frétt bara um daginn eitthvað að poppa upp hjá mér. Ég var, what? Byrju, ok. En já. Ég er fárlega spennt. Já, og þú einmitt þegar við vorum að spjalla fyrir þátt, þú sendir alveg og ég sendi ykkur ítverð Nei, ég vil bara heyra þetta bara hér, ég vil heyra þetta hér og að hérna tepúskastandi fái líka bara fyrst okkar full reaction við þessu því við veitum ekki neitt. Og ég hlakka til að heyra hvað ykkur finnst, Já, en þannig að hver taka skarið? Hver byrja? Herri, ég skal byrja því að tölum minni að degja. Ok, love it. Við ætlum að fara að byrja á Gianni Versace. Já. Okay. Og það er náttúrulega flestir vita hver það er. Bara einn frægasti tískuhönnur síns tíma og enda í dag. 100%. Rosalega frægur, bróðir Donatella Versace. Sem Birta var í útskjöldinni sinni. Vissulega rétt. En ég var nýbúin að horfa á þættina fyrir þess að ég var að horfa á þættina síðast árunum mínu í BA-náminu og ég og Aron ætlum að halda ég og bróðum ætlum að halda sameil útskjöldveislu og komum með hugmyndin að vera með iconic duos sem þema. Og ég var nýbúin að horfa og ég ringi Aron, við gerum iconic duos og hann eitthvað, hvað viltu vera Kim og Kanye? Ég eitthvað, nei Aron, við erum sískinni, við getum ekki Kim og Kanye, hvað er af þér? Og svo var ég að horfa og svo ringi ég hann og ég bara, Aron, ég veit hvað við verum, Donatella og Gianni, hann var bara slegið. Það er geðveikt. Það er geggjað. Það var mjög flott. En þau eru einmitt bara iconic sískinni. Já, nefnilega sko. En ég ætla bara að fara yfir hvernig þetta gerðist hjá honum. Hann var myrtur. Já. Og þetta var fyrir 20 árum, 1997. Okay. Rúmum 20 árum. Á stað í Florida, South Beach, Miami. Sem er ekki staður sem fólk vaknar snemma. Þetta er mikið jam, stútvillt að nætuklúbum. En innan þessa bæs, það er mjög metnaðarfullt fólk, eins og hann Gianni okkar. Og hann býr bara á aðalgötunni. Sæli, sko. Bara, veit ekki hvort það heiti Ocean Drive. Það er alltaf Ocean Drive er svona vinsalasta gatan hana. Já. Og ég fór hana fyrir ári síðan. Já. Og þetta var bara fyrsti staður sem ég vildi fara á. Og það var bara fyrir aftan hótelið mitt. Nei, húsi hans? Já. Wow. Ég bara var á hótelið og bara fyrir aftan og ég bara labbaði og ég var bara, oh my god. Oh my god. Sturlun. Allavega. Hann hérna tekur bara vaknar snemma morgni 15. júlí 1997. Klukkan 6 hringir í Milano og er bara að vinna og skellir sér svo í bara göngutúr, bara morgungöngutúrin, hann er mjög vel þekktur hann, það er enginn eitthvað hlaup upp á honum, bara allir bara mjög þetta er bara Gianni, skilja, já. Hann heilsar öllum, fer á News Café sem var mjög stutt fyrir heimilin hans, kesir kaffi, eintaka Vogue og The New Yorker. Svo er hann bara rölda heim og lappar upp hann að marmarast þrepin sín fyrir framann. Það er svona hliðið það ekki? Já, og er að fara að opna hliðið, skotin tvisar sem aftan í hausinn. Brútal. Bara
í alvörunni. Þetta er bara venjulega morgun fyrir honum. Já. Hann bara dutt. Líka muna svo litla hann var komin Sjokk. aftur inn. Já, líka það. Hvað það er pirrandi. Ég bara að horfa á þættina, maður er bara, nei, löftu, maður veit samt að hann deyr, skilur. Já. En þarna er fyrir aftanan maður, klæddur háum sokkum með derhúi bakpoka, að nafni Andrew Cunningham, ég kann ekki alveg að segja nafni hans. Nei. Cunningham. Cunningham. Kallum maður bara Andrew. Ok. Og hann bara, þetta er bara svona vicious, bara, Já. það er ekkert Ekkert point. Líka, ekkert þú veist, þú getur ekki eins og gefa honum það að sína þig. Nei, Æ, skilji, og hann þú er veist, ekki hugmynd hver það er. Já, einmitt. Það er engin baksaga nema það, hann hitt hann einhvern einu sinni á einhverjum næturklúbb. Já. En hann, Andrew, þetta var ekki fyrsta morðið hans, hann var bara raðmorðingi og hann var grunaður 4 önnur morð í 3 fylkjum. Skotans. Og hann var bara á FBI Most Wanted Fugitives list. Og FBI málar hann sem mjög gáfaðan hættulega mann sem að óskar eða vill geða mikið lifa lúxuslífi. Já. Svona hann er þannig portréðar allavega í þáttunum líka. Já, Þá algjörlega. er hann þessi, er alltaf með mönnum sem eru ótrúlega ríkir. Sugar daddy Já. vibe eitthvað. Já. En hann er mjög, lukkar mjög heilstuð maður. Já. En hann finnst bara ekki fjölskyldan sín sem er bara svona middle class, nógu góð fyrir sig og er ógeðslega mikið að sækja hann. Hann kreifar þetta. Luxury. Já. Hann kreifar að vera eitthvað annað en hann er. Þetta er, já, þú veist bara svona investigator, veit ég hvað sem að segja, rannsækjandur. Já, Já, bara ekki. Já, þeir segja að hann hefur verið targetað bara svona fyrir underlovers sem að lítur út fyrir. Já. Og mögulega rúmur var að hann var að reyna að finna hver, drepa þann sem gaf hann HVV. Já, ok. En svo var í krufningunni kom það fram að hann var ekki með HVV. Er það grínast? Nei, þetta var eitthvað rúmur. Morðinginn? Já, Já. morðinginn. Ó, En svo það var vitlaus. náttúrulega líka rúmur og sett hann fram í þáttunum að Gianni var með HVV eða ekki? Jú, Jú. ég held að hann Já. var með, sko. Já, ég held það, sko, að hann hefði einmitt verið að berjast við veikindi. Já. En bara til þess að taka fram á, Gianni og þessi Andrew, þeir voru aldrei saman. Nei, bara Gianni var í mjög bara long-term relationship. Já. Já, bara geðveitt ástfangin. Já, Já. sorglegt í alvörunni. Nei. En eftir morðið þá leita hann bara slapp, hann bara skaut hann í hausinn, labbaði burtu. Bara mjög basic. Og en Pældi í þessu. bara, þeir föttu strax að þetta væri hann. Af því Að þetta hann væri þessi ráðmorði. wanted. Já, að Já. það var eitthvað sem sá hvernig hann leit út og það var bara myndir á hann út allt, bara wanted. Oh my god. En það var leitað á hann í 2 vikur. Hann náði bara verið að hann í 2 vikur á hlaupum. En hann var fundinn stuttu, já, þá í bátahúsi, stuttu frá heimilina sem það sé. Það sem hann var búin að fremja sjálfsmorð. Ennþá í Miami, basically. Já. Vist, ennþá í sama bæ. Já, hann var bara búin að vera þarna. Og líka búin að fremja sjálfsmorð. Það er svo fucking cowardly. Einmitt. Það leiði hinn að lifa. Með Já. sum byssu og myrti fórnarlöfum sín. Það er rosalegt, sko. Þetta er, þú veist, já, frábærgaur. Alveg bara, þetta er, þetta mál. Þetta er sturlun, Ég sko. svo lasin, sko. Þessu. En hann var alveg, hann vissi alveg að það væri Gianni Versace. Já, já. Þú veist, Hann hann líka var beið bara alveg- eftir honum, skilju. Vissi að hann væri bara að fylgjast með honum aðeins og þannig er það sett fram í þáttunum allavega. Já, já. Við veit náttúrulega hvað hann býr, að vita allir í Miami hvað hann býr og bara allir í heiminum, Já. basically. Bara mannsíðans er ekkert, það er ekkert security. Nei. Þetta er bara mjög opið og allir bara treystu öllum einhvern veginn þannig. Það var smá eins og hann væri með ranghugmyndir eftir hann hitt hann einu sinni. Já. Já, hann Þú svona veist, þeir hafa eitthvað bondað. Já. Já, en hann bara var mjög næs og sagði bara, hæ, hvað segir eitthvað, skilur Bara ekki casual. Já. Bara góðan daginn, já, þú veist, mitt. Mjög skrítið. Crazy. Þetta er, þú veist, já. Og líka bara svona, þessum, ég veit ekki, þú veist, þú hefur aldrei talað við, ég veit ekki, ég bara, Það er engin tengsl, nei, engin teiks. En þú veist, með hina, allir hina, þetta er einhverju sem hann var í nánum tengslum við, svo tekur hann þetta. Já. Þú En veist, akkur ætla hann að drepa sig eftir þetta, en ekki all hinn. af því að þetta er bara, hann var orðin, það var bara manhunt, Já, þyrlu já, og já, allir ekki á séns. eftir honum. Ekki séns, nei. Og það voru líka bara, þú veist, 3 fylki á eftir honum, skilur bara Já. löggur og öllum þessu fylkjum að reyna að finna hann. Jesus. En hann tók þetta alltaf svo stuttum tíma. Já. Hann var bara on the run, fór fylki til fylki, skilur Já, vá. hann drepur hann 2 vini sína fyrst. Já, Svo fyrir hann heim til gæjans sem hann var að, þú veist, hann var svo hjá eða eitthvað, þau voru eitthvað að deyta eða eitthvað. Og drepur hann mjög brutally. ógeðslegt. Já. Og svo fer hann stelur bílnum þeirra, fer Já. svo í annað fylki, finnur eitthvað bara svona, einhver sem er að sjá svona kirkjugarð Já.
drepur hann og tekur bílinn hans og þá fyrir hann til Miami. Já, Shit. Þetta bara svona, þetta bara mjög hratt sem þetta gerist. Hvað ár, veistu hvað ár þetta gerist? 97. 97. Það ekki langt síðan. það ekki langt síðan, oh my god. Það fárlega stutt síðan. Guð, Nefnilega, sko. fóreldrar okkar hljóta að muna bara eftir þessu bara í fréttunum út Þetta allt er og huge. ég var svipum tíma á Nicole og það. Já. Þetta var svona, þetta var þannig svona væral, svona, þú veist að vera með myndavælunar og þannig í sjónvarpinu eins og OJ, sko. Eins og OJ, já, ég er að segja það. Já. Það hefur verið svipum tíma á Nicole-málið. Oh my god. Vá. Svaklegt, sko. Bara geta gert svona. Þú veist, það er bara beyond me. Crazy. 50, kallinn, ungur. Já, Gianni. Já, hann var bara 50. Já. Andrew var mjög ungur, sko. Já, hann var bara, þú veist, Já, 20 eitthvað, eða ekki? Jú. 20-30 eitthvað. en Gianni hann 50, sorglegt í Það alveg. er svo sorglegt svo og líka bara sorglegt, hvað minna maðurinn hans var Já, heartbroken hann og fann hann, hann þann allavega í þáttunum og þetta er svo leiðilegt, sko. Ég get ekki þetta morð. Þetta er ógislegt. Já, En Donatella, systir hans, hefur staðið sér vel í að halda uppi Versace í nafninu og og Hans legacy. hans legacy og hún talar hann, sko. Ég nánast öllum viðtölum sem hún fer í og að, þú veist, alltaf þegar hann átti ammæli eða þegar kemur, þú veist, svona anniversary af þessum dauðadegi hans, þá, þú veist, hún er alltaf að birta myndir af honum og hún, þú veist, hún ætlar sko að halda hans nafn á lífi. Já, mér finnst það svo Sem hún er búin að vera að gera ógeðslega vel. bara, mér finnst hún svo flott. já, Hún er svo geggjuð. cool. Hún er svo cool Svo típa. cool, sko. Elska þig. Já. Herru, vilt þú segja okkur Já. frá Brittany Murphy? Eða hvor viltu byrja? Já, Byrjum með Brittany. ok. Förum bara rétt eftir punktunum. Ok. En Fíla hérna, já, hún leikur sérst í Clueless, kærustu Eminem í 8 Mile. Já. Og Girl Interrupted, þar sem hún er að leika með Angelina Jolie, hafið séð hana? Nei, Það var ruglumynd, sko. Vá, ég þarf að horfa á hana. Og hérna, Var hún ekki líka í einhverju mynd með Ashton Kutcher? jú, ég var einmitt að segja, hún var í Just Married. Just Married, það er geggjumynd. Og þau byrja saman í, þú veist, kjölfarið að Já, því. er það ekki? Jú, eru Hún saman í er- ára já. eitthvað, eru ótrúlega sæt, eru bara svona, hérna, bara svona Hollywood parið, Já. bara endalist frá hann á öllum tímaritum og eitthvað. Og hérna, en hún ásamt ótrúlega erfitt, sem sagt, hérna, með bara svona sjálfsímyndina sína. Þú veist, hún er að eiga við ádröskun og hérna, lyfjanótkun og svo leiðis. Já, ok. Þannig að það fara að koma ótrúlega mikið af hérna svona sögusögnum að hún sé að ofnota hérna lyf og okkur svo leiðis Já. sem að hjálpar ekki þegar að kemur að því hvað kemur fyrir hana. Ok. En svo giftist hún sérst manni sem heitir Simon Monjack í mæ 2007 Ok. sem var breskur handritshöfundur og miklu eldri en hún og það voru allir bara Brittany, what the hell? Ok. Það var miklu eldri, hann var svona ófríðari heldur en allir sem hún hefði verið með svona, þú veist, tippin, þú veist, ekkert að því en þetta var bara svona allt annað en hún hefði verið að Já, kannski bera saman við Ashton Kutcher, bara svona, Já. þú veist. einmitt, að því hún var svo sæt og eitthvað Já. mikið skvís skvís Skvæs. og hérna og þau kaupa sérst húsið sem að Britney Spears og hérna Justin Timberlake byggi Já, ok. og sem að Madonna byggði Wow. What? Historical hús. geggja hús sko Já. í Hollywood Hills Oh my god. og hérna og síðan er hún bara 32 ára þegar hún deyr. Wow. Oh my god. Já, hún er svona ung og hérna mammenar kemur að henni sérst, mammenar Sharon, hún býr með henni og manninum hennar hérna Monjack þarna kemur að henni bara inn á baðherbyggi klukkan 8:30 morgunin og þú veist, þá andar hún ekki. Guðmgóður. Já, og hún er bara Liggur hún bara á gólfinu? já, hún liggur bara á gólfinu, þú veist, er einhvern veginn svona, hún er greinlega ekki dáin Oh my god. og hérna, hún ringir á neðalínu og þetta heyrir þetta neðalínu símtal. Og er þetta að heyra það? Já, ég myndi spila það í þættinu mínu sem ég gerði með þetta er ótrúlega svona heartbreaking. Já. Líka af því að þegar maður fer svona researcha þetta símtal betur, er það rosalega skrítið. Það? Oh, damn it. Af því að mamman fer úr því að vera, þú veist, alveg hysterikal, Já. bara grátandi og bara my daughter og svo einhvern veginn bara eftir 1 sekundu er hún bara, já, þetta er svona og svona fólk er að greina þetta símtal þannig að þetta er svona fyrsta klúða að sé eitthvað skrítið hana. Ok. Hún meinar. Já, og hérna Svo líka alltaf skilur spurningin alltaf, maður veit aldrei hvernig maður bregst. nei, akkurát. Svo þú veist, eins og við getum þurft einhvern veginn að eiga svona hræðilegt símtali eða taka svona, þú veist, maður veit ekki þegar maður hefur aldrei verið í þessum aðstæðum hvort maður væri bara
þetta var að gerast bara svona rólur Akkurat. á núllínu eða hvort maður var, þú veist, skilur Akkurat, það ekki hægt að segja til Nei. Þannig að þú veist, þessar sögusagnir voru bara svona, þegar fólk var svona virkilega að krefja þetta og fór að skoða söguna svona betur en þú veist, þegar maður hlustar á þetta í fyrsta sinni þetta ekki skrítið, þetta bara mamma í geðhræringu og það sem líka undarlegt að þau eru inn í svefnherberginu og það svona baðherbyggi sem inn af svefnherberginu hjá henni og manninum hennar en samt það mamma hennar sem kemur að henni hann ennþá upp í rúmi og hún hafði greinlega verið samkvæmt krufningu, þá hafði hún greinlega verið lent í þessu fyrir klukkutíma kom eitthvað þetta einhvers konar, þetta kallast mósa veira sem hún virðist hrjást af sem svona veira sem alveg frekar algeng en ef hún kemst í öndunarfæri eða blóðu eða eitthvað þannig þá getur hún stoppa virknina í líkamanniðinum og þannig að hún basically búin að liggja inn á baðherbyggi í klukkutíma maðurinn bara herbygginu við hliðina og hún var búin að vera að vappa herbyggi eitthvað, mér líður svo illa og mér er svo illt í maganum og fer hann inn í herbyggi, inn á baðherbyggi og dettur bara þannig niður og bara klukkan 10 þá er hún bara úrskurður látin og þú veist, Guð, vágótt hræðilegt maður. Já, ótrúlega skrítið og þú veist, þetta scenaríu líka bara hvað mamma hennar að gera inn á herbygginu þeirra svona snemma morgun og alls konar þannig og Já, það er gett weird. Já, af því hann var líka inn í herbygginu Akkur hann ekki búin að standa upp og eitthvað Akkurat en hann bara eitthvað, já, þú veist, hún kemur alltaf svona snemma inn í herbyggi og fer að segja alls konar þetta Býr hún hjá þeim eða eitthvað? Já, hún býr hjá þeim Tók ég ekki fram Jú, þú tókst það fram sorry, ég mistaði Líka þegar hún býr hjá þeim og hún býr hinum megin í húsinu Þannig að það er ótrúlega skrítið að það var hún bara svona annarri álmu Já, í rauninni eins og þessi Hollywood Hills hús eru stundum það er bara eins og þetta 5 hús sett saman og hún deyr hann á klukkan 10 og það og það finnast þess að heimilin hennar ótrúlega mikið að lyfjaglösum alls konar lyfjaglösum, bara hjartalyf róandi svefnlyf og alls konar þannig og maðurinn hennar bara eitthvað, já, nei, við notum ekki svona lyf þú veist, við notum bara svona náttúrulækningar, bara kristalla og eitthvað svo leiðis hvernig byrtust glösin þá bara heima þér og þau voru öll tóm, sko hjálp og hundurinn hundur og já, hann vildi alls ekki að vera kröfulíki hennar maðurinn, hann var bara nepp Shit, og ræðir hann því bara já, þau voru gift, eða þú veist, já en þú veist, þegar þetta er svona spurningum hvort að hún sé að myrt eða ekki, skilja, þessi byrlaðinni það þurfti sko að fara með þetta fyrir eitthvað rétt, eitthvað lögreglu af því að bara við verðum að kanna þetta betur bara ung og heilbrið kona það var ekkert þannig sem búið að ama henni nei, það var sögusagnir pillufíkn og ádröskun og eitthvað þannig en þú veist, það var engin stóð undir því þannig að það komst í gegnum krefjana og þá finnst þessi veira í lungunum hennar en þessi veira, þú veist, er það eitthvað sem kemur bara upp náttúrulega hvernig kemur þessi veira? Þetta er svona frekar algengt sko á fáir þetta en flesti bara fá svona venjuleg flensueinkenni og svo fer þetta bara kemst ekki endurnarfærin? Nei, ekkert endilega þetta kallast eitthvað mósa veira, ég hef aldrei heyrt neitt fá þetta nei, þannig að þetta er svona frekar brútal og líka að vera veikur svona stutt það er vanlega, þú veist, ef maður fær flensu þá maður kannski veikur í viku hún var bara ógeðslega veik hann þennan morgun kvartarum í maganum og okkur svo leiðis og svo bara skyndilega fyrir 10 hún dáin en það er ekki þetta að planta þessari veiru á eitthvað þetta getur ekki verið morð þá eða það nei, en þetta gæti verið ekki aðal orsökin já, en það er ekki, þeir fengu að krifja hana eða ekki það ég er svo fórvitið maður er bara ófætt tell me more það er nefnilega málið að einkennin af mósaveirunni eru sömu einkenni þú færð ef það er eitra fyrir þær með cyanide sem er eitur og það er ótrúlega vinsælt eitur til þess að drepa fólk með af því að þú veist það er alltaf látið lítinn skammt í einu og ætlar að káleikurum þá og svo byggst þetta upp í líkamanum og þetta verður bara eins og flensa þú ert bara með þráláta flensu þanga til að einn daginn þá bara slekkur þetta öllu og einkennin af þessari veiru og cyanide eitrun er bara það sama í rauninni, bara mjög svipað
og það sem rennir stóðan undir það líka að það finnst þess að hérna alls konar málmtegundir í hárin á henni. Málmtegundum? Sko þegar þú deyr og það kröfið þig og það verið að leita einhverju saknæmu, þá alltaf farið í hárið, af því að hárið getur sko borið því líka sögu lyfjanotkun þína. Já, meinas. Já, að þú getur séð bara, hérna, þú veist, rótin hérna bara, hérna var eitrefur, hérna var að byrjað, hérna var að meira. Þú getur bara séð það í hárinu og þá voru 10 mismunandi málmtegundir. Sem líka cyanide einkenni. Oh my. Shit. Og það nefnilega svo fyndið að hérna pappinar sem hafði aldrei verið inn í lífin hennar birtist þarna eftir hún deyr. Hún sérst jörðu svo aðfangudag, svo var uppáhaldsdagurinn hennar. Ótrúlega sad. Og bara nokkrum dögum seinna þá birtist pappinar. Aldrei verið til staða fyrir hana, hún þekkti hana eiginlega einu sinni. Og hann bara, heyrðu, vil ég bara tjekka hvar peningarnir eru núna? Þú veist, ég held að það ekki séns að hún hafi dáið náttúrulega. Og fer bara í fjölmiðla og dagblöð og allt og bara að benda á mömmunar. Oh my god. Bara hvar eru peningarnir núna, þú veist. Það að segja mig það að það sé ekki mótið fyrir þessu. Og hann fer í hart við mömmunar. Þó þau hefðu aldrei verið í góðu sambandi. Nei. Þau bara átti þess að stelpu saman. Shit. Og hérna Þannig kemur hann bara allt í einu. Já, hann getur ekki setja á sig. En hann ekki að biðja pening. Nei. Hann bara að heina neðan svo aðtöð. Já, kannski veit hann eitthvað hvernig mamman er. Já, af því að hún nefnilega, sko, þegar hún deyr, þá hérna heldur hún því fram að það hefur sérst verið mygla í húsinu. Mamman? Já. Einmitt. Af því að það er náttúrulega bara að vera að skoða þetta, af því að þú veist, hvar fær þessa veiru? Já, einmitt. Og það var engin annar veikur, þú veist, veira er bráðsmitandi. Og það var bara að vera að rannsaka húsið og húsið hafði hún verið í einhverjum ferðalögum eða eitthvað svoleiðis og það finnst engin mygla í húsinu. Hún heldur í sérst fram að það hefur verið svört mygla í húsinu sem er, þú veist, ótrúlega alvarleg mygla náttúrulega. Það myndi hafa áhrif á alla, sko. Já, bara lungun og allt, þú veist, það var ekki bara einhvern einn. Nei. Og hérna, hún heldur því fram, það finnst ekkert út í því. En svo fær hún náttúrulega, að því hún er hérna lifandi erfingi Brittany Murphy, þá fær hún $600,000 hérna fyrsta mánuðin og svo fær hún það á 3 mánaða fresti sem eru 77 milljónir. Vá. Þannig, það er alveg mótiv, peningar er oft mótiv í svona. Algjörlega. Og hérna En fær maðurinn hann ekki ef hún er gift honum? Hann er alveg málið, sko, að hérna 5 mánuðum setna þá deyr hann á nákvæmlega samhátt. Nei. Jú. Stopp. Já, hann og Sharon, mammenar. Já. Þau sérst halda áfram að búa saman á heimilinu. Já, sniðut. Og þau sofa líka í sama rúmi. Nei? Já. Af hverju? I don't know. Þau voru, Oh my þau glottu þetta. Új bara. Og þau, Og það er sick. að því að sko mánuð eftir hún dó, þá kemur Sharon hérna fyrir í viðtali og hann með honum. Og bara við erum ótrúlega náin, við erum bara, þú veist, stuðningu hvers annars og við erum bara sofum saman upp í rúmi og þú veist, það eru bara Ég er sjokki. I know. Og það eru bara ótrúlega margir vitni af ótrúlega svona óviðeigandi sambandi þar á milli, svona skrýtnu með að Sko, dóttiðin var að deyja og þetta er maðurinn hennar. hún fóð bara við rúmið hjá dóttur sinni. Svo bara í hennar hólu. Því er ekki að Hvað var hún bara ástækin á hann og þá ætla hann að myrða hana og svo hugsa hann að hún komið nóg á honum og ætlar að fá peningana. Það er alveg spurning, sko, af því að þú veist þessi greiðsla, hún fær hann ekki strax, hún fær hana, þú veist, þetta tekur allt svolítið tíma, allt svona dót. Og hann deyr á nákvæmlega samhátt, hún kemur líka á hann, inn á sama baðherbyggi, það finnst nákvæmlega sama í líkamanum hans og í hárin hans, sem er ótrúlega skrítið. Já. Hún heldur áfram að búa í húsinu. Og hún fær ekki veiruna á deyr. Hún fær ekki veirun og deyr. Nei. Það er mjög skrítið. En svo er það bara pínu þannig að þetta var bara svolítið slúttað. Það var bara, já, hún dóa náttúrulegum Orsökum. Já. Hvernig er það, þú veist, hvernig? Það er nefnilega málið, þú veist, með Hollywood glæpið, þú veist, þegar það eru peningar og völd og tengslanett, þá er ángrís bara öðruvísi meðferð. Já. Það er alltaf rétt, sko. Já, það er eitthvað, þú veist, það er svo mikið conspiracy theories og bara verið að hilma yfir alls konar. Það gæti bara hafa verið eitthvað leyndamáli í fjölskyldunni eða eitthvað sem þurft að hilma yfir og það er bara peningar. En allavega þá dó hún bara út af flensu, greið.
Brittany. Þrátt fyrir öll sönnunargögn, sko. Vá. Þetta rosalega skrítið. Þetta rosa skrítið mál, sko. Það líka bara svona eins og, þú veist, við förum aftur tilbaka í lyfjaglösin, þú veist, engin eitthvað svona, engin játaði það, eitthvað, nei, hún gerir þetta ekki. Það bara eins og, hún hefði bara verið bara eitthvað svona, pínum bara dópuð á því í gegnum þetta samband, þá til að náða að drepa hana. Einmitt. Af því að, þú veist, eins og þú myndist áskilja, þetta var ekki kannski, þú veist, maðurinn hann sem hún ákveður að giftast, ólíkur öðrum mennum sem hún var með, kannski ekki hennar típa, þetta getur maður skipt skoðun á hvaða típu maður fílar og allt það, en bara gefum okkur það, skilur og svo, þú veist, eitthvað, allir að neita fyrir, ég veit ekki, þetta er bara geðiskrítar, eins og hún hafi bara verið bara svona, bara í smá móki. Já, bara móki, já. Af því að sko þessi maður, hann skuldaði sjúklega mikið pening, hann var ótrúlega hataður í Bretlandi af því að hann var sveik svo marga. Oh my god. Þú veist, hann flúði pínu til Bandaríkjanna og þú veist, þau giftu sig, þú veist, eftir 6 vikur af því að hún vantaði grænakortið. Vá. Það er margt svona líka við þetta. What? Vá. Eitthvað sem skrítið og það eru gett margir sem að þekktu Brittany, þú veist, þessu bestu vinkonurinn og svona. Bara þegar hún var með honum, þá brost hún ekki. Þú veist, það var eitthvað. Hann var með eitthvað hald á henni og þú veist, hann vildi stjórna, þú veist, hvernig hún málaði sig og greiddi sér og klæddi sig og... What? Það er eitthvað svo ógeðslega gruggugt á það. Já, þetta er hrikalegt. Það er svo eitthvað. Já, það er svo mikið að það. Þú líka veit og ég trú ekki að sé ekki verið búið að rannsaka þetta meira. Það er alltaf ykkur svona glugga í þetta en Já. kemst ekki lengra. En hvað er mamman í dag? Vitið, ef þú veist það? Hún er bara í húsinu, sko. Já. Hún er bara að fá greiðslur á mánuði og hefur það gott. Enjoying her life. Er það grínast? Áfalli. Endur hún mjög hötuð kona. Já, ég trú því. Wonder why. Það er ekki tala vel hana, þú veist, ef maður googlar hana, sko. Nei, skiljanlega. Ég meina því miður. Og líka það, þú veist, að ef að maður væri ásakaður eitthvað svona og þú eða þú veist, það væri eitthvað svona samsæðiskenningar gegn þér með svona mál og þú ert mamma eitthvað sem að dóa og þannig, þú veist, þú myndir berjast fyrir öllu til þess að sanna bara eitthvað, þú væri bara, ég vil ekki peningana, ég skal gefa á alla, þetta er ekki sem, þú veist, þetta ég misti barnið mitt. Já, ég misti barnið mitt, en þú veist, pæli því. En síðan þá hefur hún bara verið að gefa út, þú veist, selja ævisögunar og auðvitað, einmitt. Og þú veist, ég söguþræði í bíómyndir og eitthvað svoleiðis. Ævisögu hennar. Já, þú seldi í rauninni ævisögun hennar til þess að það væri hægt að skrifa bók það. Oh my god. Siðlaust. Já, ég er að segja, þú veist, ef það væri þessar ásakanir væri á þér og þú væri 100% bara saklaus, þú hefur bara aldrei gert neitt, þá værir ekki að stíga þessi skref. Nei. Þá værir ekki að gera þetta, þú væri ekki að gista uppi hjá manninum. Nei, einmitt var það er rosa skrítið, sko. Já. Hún er ekkert að hjálpa til, sko. Nei, ekki neitt. Þetta er ógeðslega merkilegt. Og þú gerði þætti þetta sem þú fer Já, ég gerði hérna í áskriftarleiðinni. Gerði ég þáttum þetta. Ok, geggja. Þá fer ég aðeins fleiri svona conspiracy, það er fullt að stektu líka í þessu, eitthvað, þú veist, UFO og Já, ok, gemur svona gaman spóð í. Það er alltaf gaman að pæla öllum hliðum. Algjörlega. Hérna, ok, ég ætla að taka þessa Selínu. Já. Ok, til þess að þú veist, hérna, ég held að fyrir okkur, þá er hún ekki þekkt fyrir okkur hérna 3, Selínu. Nei, þetta er ekki okkar kynslóð, sko. Þetta er ekki okkar kynslóð, hún er samt, sko, einn frægasta söngkona 1980. Og við þekkjum alveg söngvara frá þeim áratug, sko. Já, nefnilega, sko. Mun eftir einhverja lagi? Nei. Bara henni, nei. Nei. Kannski eitthvað sem ég myndi ekki vita að sé hún. Já, það gæti verið eitthvað þannig. Sérstaklega með MS og eitthvað, 80, þú veist. Já, nokkla. Þú veist, hún er ekki 80s söngkona. Nei, ok. Eða hún er ekki að syngja, skilur, eitthvað 80s lög. 80s lög, því hún er náttúrulega, var aðalega þekkt fyrir söng á spænsku. Já, ok, það er kannski málið. Já, þannig að hún er kannski pínu, hvað hef að segja, þú veist, J.Lo syngur stundum á spænsku. Selena Gomez syngur stundum á spænsku. Og hún var svona þannig væp. Og líka á ensku þá. Já, á svona, hérna, í endaferlunar, þá var hún farin að syngja bæði á íslensku. Nei, á íslensku. Og rosa hæfilegari. Nei, hérna, ensku og spænsku. Og byrja að blanda þessu saman. En varð þekkt upprunlega fyrir að vera, þú veist, svona, bara pínu svona latino representative sem við höfum í dag með J.Lo og marga, sko. En þarna var það eiginlega bara aðalega hún. Þú veist, hún var bara frægust fyrir þetta. Og hérna, hún var kölluð drottning Tejano tónlistar, sem eru eitthvað svona spænsk. Eitthvað svona, þú veist. Senorita. Já, svona einmitt. En ég held að við getum gefið okkur það að þetta væri bara J.Lo þeirra tíma. Já. Og hérna, J.Lo leikur einmitt hana í myndinni Selínu. Og
og ég ætla að horfa hann eftir. Já, ég líka, ég ætla ángriðs að horfa hann í kvöld af því að ég, bara þegar ég var að rannsaka þetta, þá var ég að sjá og ég bara vá, þú veist, ég held að þetta sem mynd gaf J.Lo pínu stökkpallin á að vera leikona eins og hún í dag. Já. En þetta bara, þú veist, ógeðslega flott og líka flott að representa hana. Þannig að, þú veist, við skulum bara gefa okkur það, þetta jafn mikil stjarna á J.Lo. Þú veist, hún það þekkt og ógeðslega þekkt í Bandaríkjunum og allt það. Allir þar úti vita hver hún er. Og eins og bara Kim var hún einu sinni á Halloween. Já, ógeðslega flott. Bara til að nefna eitthvað, skilur. En já, hún var líka mjög fræg, mjög ung. Þú veist, pappin eitthvað tók hann úr skóla og var bara eitthvað, þú veist, we're gonna do this, skilur. Hann bara sá talentið í henni og var svolítið svona stjórninni, en þú veist, það er ofta hann með foreldra í Hollywood. En eins og bara margir aðrir söngvarar, þá átti hún náttúrulega ógeðslega mikið af aðdáendum og hún átti eitt svona aðal aðdáenda og það var kona sem heitir Yolanda. Hún heiti Yolanda Saldívar og hún er alveg 11 árum eldri en hún, sko, og hún var bara geðveikt mikið fan og hún bara hjúka, venjuleg kona og mikill aðdáandi. Hún var það mikill aðdáandi að hún byrjaði klúbb fyrir Selínu árið 91, bara aðdáanda klúbb. Já, fan. Sem ég veist ekkert skrítið, þú veist, blammar ekkert, þú veist. Eins og þú myndi gera fyrir Kim? Já, þú veist, ég myndi proud to do Hvernig var that. það klúbb þegar það var ekki Facebook? Góð spurning. En það, ég held að það voru, sko, bara meðlimagjöld og örugglega eitthvað svona, þú veist. Okay. Mörg eða eitthvað, ég veit ekki. Já, eitthvað þannig, þú veist, í einhverju San Antonio svæði, þú veist, hann í Bandaríkjunum. En já, en Selena er sem sagt amerískan uppruna sinn frá Mexíkó. Já, Þannig að þú veist, hún er alveg amerísk stjarna. Já, og þessi hjúka var bara eitthvað, hún sér mikið aðdáandi og stofnaði klúbb. Og svo var bara klúbbur stækkaði það mikið því hún var alltaf aðdáendahópurinn var svo ógeðslega stór að hún hætti á endanum að vinna sem hjúka og var bara alfarið að vinna við það að stjórna þessu klúbbi. Nei. Jú, bara hún var alveg in love. Oh my god. Þessi klúbbur gekk síðan bara svo vel. Margir meðlimir og bara vel stjórnaður og flott svona representa af Selínu. Yolanda fekk stöðuhækkun og fór út í það að vinna sem verslunarstjóri í búðunum hennar Selínu. What? Og þetta er 94, þetta er bara, þú veist, 3 ára seinna er þetta bara búið að taka stökk. Já, þannig að Selena vissi alveg af þessum hóp. Já, þú veist, hún kynnist henni í gegnum hóp, þú veist, þessi hópur nær einhvern veginn að hafa samband við hana, ég veit ekki alveg baksjóna hvernig, en þú veist, þetta verður bara þannig að fjölskyldan hennar veit hver Yolanda er, þegar hún er stjórnum sem stóra klúbbi, aðdándaklúbbi og eitthvað svona, og bara fær stöða eitthvað, bara þú verður núna verslunarstjóri í búðunum okkar, og því að Selena var farin að gefa út fatalínu. Og Hvað ár? Þetta var 94? 94. Já, ok, stutt síðan. Þetta er náttúrulega farlega stutt síðan. Og þá varði Yolanda bara í raun, þú veist, mjög góð vinkona Selínu, fín vinkona fjölskyldunar, eitthvað sem þau bara treystu og unnu mikið með, af því þau hugsaðu bara, vá, hún var bara, þú veist, kona sem er það mikil aðdáandi og eldri líka, það er gott, skilur, veitur, þú veist, Selína er bara 20 eitthvað, annað gömul, skilur, já, hún er bara stelpa. Og sumir segja að hún hefði verið að kalla Yolanda stundum mom. Já, ok. Þú veist, eitthvað svona. En Og hvað skrítið samt. Já. Þetta er krútlegt samt, þetta er alveg krútlega saga. Já, ok. En Yolanda var bara eldri kona sem Selena treysti sér mikið á. Og að meðan þetta er að gerast, að Yolanda er að fá svo stöðuhækkun og svo, þú veist, ekki gleyma Selena er bara, þú veist, skyrocketa í tónlistabransunum hana. Hann er hún að fá Grammys, metsölur á plötunum sínum og bara verða frægar og frægari. Og eftir að Yolanda tekur við búðinu og þannig, þá fljótt fóru svona hlutir hans að breytast. Búðinu fóru að ganga hans verð. Svo skrítið. Af því að þú veist, þú þarna verðum basically með sölumann sem að sko á að geta selt Selínu bara sem, þú veist, I don't know. Hún var til dæmis mjög dugleg því að reka fólk og rífast við aðra starfsmenn. Svolítið skrítið, skilur. Og var alltaf eitthvað svona, þú veist. Og ég las í ykkur sem viðtölum að þeir sem hafi verið að vinna hana, hún var aftur með svona trick questions á þig, þú veist. Finnst þér nýja lagi hana gott? Og ef þú sagðir ekki, ef þú varst með eitthvað smá mótsögn við Selínu, þú varst bara látið fara, skilur. What? Hún var svona trikka fólk og var bara svona, já, þetta var bara almennt var svona skrítið væp. Selína tekur ekkert eftir þessu. Nei. Hún er bara að skæra okkur það, þú veist. Living her best life. En pappina Selínu, eins og ég segi gráðan, hann var mjög svona invested í lífinu hennar.
allt sem dóttir hans átti í rauninni að tengjast og vera í átti bara að ganga vel, þannig að þetta var mjög skrítið fyrir honum og hann stjórnsamur og svona og hann bara svona, ok, það þarf eitthvað að fara að skoða, þú veist, af hverju búðirnar að ganga svona illa og hann kemst að því þarna að það þú veist, fyrir utan það að Jólanda ekki að reka búðina vel, það illur andi svona, þú veist, á milli starfsmanna og þú veist, þetta ekki að ganga nú vel þá var hann að stela pening Jólanda. Oh my god. Svona embezzling money og hann bara, fuck. What a bitch. Já, what a bitch. og hann bara gróf dýpri í þetta, var bara hvað, þú veist, fann sönnunargögn. Bara hann með þetta svartkvítu. Hún búin að stela pening, bæði búðunum og aðdándaklúbnum. Nei, hættu. Já. Þannig að þetta var aldrei í raun að vera neitt genuine, skilur. Vorum bara, erum við þessu allan tíman. Fyrir peninga. Fyrir peninga. Ertu bara að nota hana, skilur. Þannig að 9. mars, þá fer hann, fjölskyldan þessi línu, konfrontar Jólanda. Þau eru bara, við veitum þetta, við erum með sannanir, við ætlum að fara með til lögreglunar, en okkur vantar þessi skjöl. Þeir vantar eitthvað skjöl sem hún er búin að fela. Eitthvað sem bara svona lætur þetta verða borðliggjandi. Þú veist, það er eitthvað skjölana sem við veit ekki alveg, þú veist, hvað stendur í, en þeim vantar eitthvað skjöl. Og pappina Selínu segir við Selínu, þú veist, þú ert bara ekki í sambandi við þessu konu meira. Þetta er bara búið hérna. Bara, nú hættir þú. Og hún eitthvað, já, whatever. Og svo er hún ekkert að hlusta á þetta. Þegar 30. mars, þau fara að konfrontana 9. mars. 30. mars, þá fer hún Selína að hitta Jólanda. Þegar Jólanda sér, herru, ég er með þessi skjöl, ég ætla að láta þið hafa þau. Selína sér, ok, ég ætla að fara. Hann á skjölin. Og hún segir, já, ég er að gista hérna á Days Inn móteli. Ok, hún fer þangað. Þegar hún kemur, þá er Jólanda bara í miklu uppnámi. Hún bara grátandi, hún er bara... Og Selína bara, hvað er í gangi? Og þá segir Jólandinni að hann hefur nýverið nauðgað og barinn í ferð sem hún var að koma úr. What? Og Selína alltaf bara, oh my god. Já. Er alltaf góð með því, bara er ekki alltaf góðu, bara bla bla bla, þú veist. Finnur til með henni, auðvitað, skilu, þetta er kona sem henni búin að þykja ósla væntum. Og þetta er seint kvöld, þannig hún segir, heyrðu, þú veist, þá ekki að koma inn á morgun og við bara förum saman upp á spítala. Hún segir, jú, gerum það. Og þannig að næsta morgun, 31. mars, 9:00 morguninn, þá bara fer Selína með Jólanda upp á spítala og hún segir, það þarf að tjekka á, þú veist, á henni, hún var að lenda í nauðgun og þá var verið að berja hana og eitthvað svona og þau tjekka. Bara ekkert. Engin ummerki. Engin ummerki, engir áverkar. Eða sannan að Jólanda hefði orðið fyrir neinu. Þannig að þú veist, henni er basically bara rétt fötin og sagt drulla þér heim. Þú veist, þetta er bara, þú veist, og það er Selína bara, þú veist, jæja, það er ekki allt sem sýnist þetta. Nei, það er mjög skrítið. Þetta er, þú veist, eitthvað skrítið og hún er kannski að reyna að tefja það, ég er að fá skjölin, ég á bara að fá sér skjöl og ég á ekki að vera að tala um hana. Hún náði að plata mig og eitthvað svona. Þannig að hún fer samt með hann aftur tilbaka á mótilið þar sem hún var. Það er farin í herbergi, hún er bara, já, þarna var að rífast. Nú kemur þú með skjölin og þú búin að koma með skjölin og þau eru eitthvað að rífast þarna. Þannig að þá getur Jólanda bara réttir henni bréfatöskuna og bara hérna, þú veist, hérna er skjölin. Ok. Snýr sér Selína, er að labba út og svo ég held sko, hún var ekki eins og búin að loka hurðinni síðan þau labbuðu inn. Þetta áttu víst að gerast bara mjög fljótt. Er bara að labba út og er skotin í hægri öxlina. Nei. Jólanda tekur upp byssu og skýtur hana. Oh my god. En Hann deyr ekki við það, strax eða? Ekki strax, en skotið fyrir beint í gegnum hana. Tágrönnskilið. Já. Það er bara í gegn. Og hún hleypur. Selína bara takes a run for it. Missir náttúrulega bréfatöskuna, missir síma sinn og allt sem hún var með. Næra hlaupi lobbyið á mótelinu og er bara að hjálpa eitthvað. Það er eitthvað kona hana. Síðustu orðin hennar Selínu að hún deyr er Jólanda herbergi 158. What the hell, maður? Þannig að hún nær þarna bara. Það var aldrei spurning. Var hann skotin aftur eða? Nei. Blætt henni bara út? Hún blætt út. Wow. Og eitthvað sem heitir cardiac arrest, ég veit ekki. Bara hjartaáfall? Já. Þú veist, bara áreynsla eru búin að hlaupa þarna spretta. Vá, þetta er rosalegt. Ég er bara með gæsa það sko bara. Ég hef aldrei heyrt söguna. Ekki heldur. Oh my god. Já, bara,
what the hell Ég sé þetta svo mikið fyrir mér, sko. Ég er bara svona með bíómynd í hausnum á mér, sko. Ég er mér svo óþæld, ég sé svo mikið fyrir mig Jólindu Hadid. Ég líka. Já, Ég sá hana. já, hún lítur ekkert hann út Nei, gott. Þetta er bara svona, þú veist, hún er 32 ára þarna Jólanda og Selina er 23 ára hún er bara barn Hún er bara að leggja allt þetta á sig. Já. Þú veist, fyrir hvað? Þú veist, akkur Einhverja Bara dollara, peningar. skilju. Já, einmitt Drepa mannski, bara, guð minn góður, þetta er bara skelfilegt, peningar, sko. sko. Já, Jólanda var 34 ára, hún er 11 árum eldri en já, hún er 34 ára 23 ára og Selina 23 ára Vá, Crazy. maður, þetta er svakalegt. Og gerst þetta hvenær, segirðu? Þetta gerðist 95 Það er svo stutt síðan, maður. 31. mars 95 Oh my god. Ég er En- áfalli. Ég held að það væri svona aðeins eldra mál. Já, Ég held það líka mér leiði einhvern veginn þannig, þetta Já. var eldgamalt. Það er svo langum ógeðslega að sjá myndina ennþá meira núna same. Jesus Christ. En samt er svo leiðilegt að horfa á svona mynd að maður veit hún deyr í endan. Ég veit Já, það það var útláð satt. Oh, Og López, Jennifer López Já. leikur hann. Já, það er geggjað. Örgulega ógeðslega skemmtileg mynd, sko já. En hérna, Selina, þú veist, sko, ég held að sjúkrabíllinn hafi komið á bara 9 mínútum eða eitthvað svona bara bilaslega fljótt. Hún var bara strax tekin upp á spítala og þú veist, hún dó þarna klukkan 1:00. Þú veist, það er þarna á spítalanum 9 morgunin Já, einmitt. og svo bara deyr hún Já. 1:00. Sama dag. Hún bara, Já, já, já. bara sama dag. Og, en Jólanda náttúrulega, Akkur fór hún einan á í þetta? sko, pappina var búin að banna henni það. Já. Hún ætlaði bara eitthvað svona, þú veist, Að reyna svítalkana eða eitthvað. já, og bara láta eitthvað, hana- þú veist, já, ekki svo er sé þetta þarf gengd ekkert upp. að enda alveg hræðilega, Já. skilur, láttum við bara hafa þetta og we're good. Eitthvað þannig, ég veit það ekki. Vá, þetta er bara þessi bíómynd, sko. Já, og debíómynd líka. Já, en þetta er samt raunverulegt. Já, þetta er real Og life gert líka. búið mynd eftir á. Ég veit það, þetta er styrlað. En eftir að Selina var tekin og hérna, þá náttúrulega bara kom, þú veist, bara fullt að lögreglum, skilur, neyra á mótel. Og Jólanda loka sér inn í bíl, heldur byssu að haustum að sér. Í 9 klukkutíma What? er hún í stand-off, þetta kalla stand-off, þar sem löggur eitthvað kott út úr bílnum og hún er eitthvað, Bara nei. halda sjálfur sér hostage, basically. Já, Já. í 9 klukkutíma. Jesus. Að hóta bara að hún hérna, Hún ætlaði ekki að go down without a fight, sko. nei, og hérna, og síðan leggur hún byssu niður og hún er handtekinn. Hún dreipur sig ekki. Heldur hún hafi átt að segja á því að hann hafi drepið hana þegar hún skýtur hana Nei, í öxlina? hún segir og heldur því fram, en þann dag í dag, að þetta skot hafi verið óvart. Já, já. Þú ert ekki tekur með- ekki byssu. Og beinir því að manneski óvart. Nei, það gerist ekki svo leis. Aftan í baki líka, skilju. Einmitt. En hún, þú veist, hún held því fram. Og hún var, hérna, dómurinn sem hún fékk er bara life in prison. Bara, hérna, lífstíðar fangelsi. En á möguleika á paról, sem er þá hvað Reynslulaust. reynslulaust, Já. 30. mars árið 2025. Já, stutt í það. Það er 4 ár í það. Það er þetta að vona að hún fái það ekki. Æ, veit ekki. Nei. En hún situr ennþá inni. Já. Fór inn 34 ára. Jesus. Þetta er rugglað. Þetta er Ó, ég hef aldrei crazy. heyrst þetta. Nei, Nei. gildir. Og hérna, en það er einmitt hægt að sjá viðtal við hana, sko Jólanda og eitthvað. Pappinar, Selínu, mikið búin að tjá sig um þetta mál. Vá, hver var að sökka mér í þetta? Ég veit Ég það. mér langar að sjá þetta allt. Sko. Já. En hérna, mér langar líka bara að verða eins, sko, þú veist, mér langar að tengast þessar söngkona eins meira, þú veist, Já. mér langar að Já. vita eins meira um hana. Hlusta á lögin hennar og Já, eitthvað. og bara, þú veist, mér langar að sjá að þú veist, hún er eitthvað tekin um grunnskóla, þetta er gett áhugaverð Já. manneskja, hún er víst bara eitthvað súpertalent. Og er þarna bara komið með Grammys og eitthvað, Fyrir 23 ára aldur. Já. Svo ung, sko. Já. svo ung, Jesus. crazy. Vá, mér er bara, ég skammast mér, ég veit ekki nógu mikið Ég um hana. líka, það var eiginlega bara Hræðilegt. þannig, ég var bara eitthvað, úps, eða skilji, Já. crazy. Alvörunni. En þetta er ógeðslega sorglegt að hennar stærsti aðdáandi var, og þú veist, Endaði að drepa hana. endaði því að drepa hana. Þekka þarna geggja stöðhækni, ef þú ert í alveg aðdáandi, svo farið stöðhækni í því að vera verslunastjóri og ert bara komin í innsta hringja okkur af mannesku og svo drepur hana. Ég áttum ekki á þessu. En veistu hvað þetta var yfir langan tíma? Hún opnar hana klúb 91, Selína er dáin 95. Já, þetta eru bara, já, ok. Nokkur ár. Já. Þetta eru nokkur ár. En svo veit ég ekki, sko, þú veist, svo veit ég ekki hversu lengi var þessi Jólanda búin að vera obsessed af henni. Að þegar sumir sem sögðu að, þú veist, það var einhver heimil sem sagði að einhvern mann fari heim til hennar
og það voru ekki bara myndir af veggjunum eins og hún væri aðdáti. Það var svona myndir af veggjunum af Selínu eins og hún væri bara stolkar. þetta var bara sick. Já. Og þú veist, ég var það er svo skrítið að þú ferði það og ég að stela peningum. Þú veist, mér finnst það einhvern veginn svo ekki ef hún er eitthvað obsessed að henni, akkur peningar involved. Bara úr fyrirtækinu. Já, mér finnst það meira svona, svona, þessi þrá ekki við hana og peningar meikar ekki sens fyrir mér. Nei. Svo getur verið að, þú veist, ég náttúrulega veit ekki alveg, ég náttúrulega ekki kynnt mér þetta mál alveg 100%. Svo, þú veist, hvað ef það var bara ekki rétt? Nei, með peningar. Skilur, já. Hvað ef það var bara ásökun og pappirinn er eitthvað orðin eitthvað nójaður? Já, hún er bara creepy eða eitthvað. Já. Og hann er ásaknum eitthvað og hún snöggreiðist eða þú veist hvað sem það er þarna. Ég veit það ekki. En það þarf 100% að hella sér í þetta málinga, þú voru ekki það? Ég er bara ónett, sko. Og ég væri til að vita til dæmis meira Jólanda bara. Já. As a person, Já, og líka hvað skjöl þetta voru, þú veist, hvað staðfestingu þurftu þau? Einmitt. Ónett. Ónett, thank you. Spennt. Já, geggjað. Við fyrum allar heim og horfum á svo mynda. Já, ángríns. Og svo leið og illark þátturinn kemur út, horfum við bara þessin. Já. Geggjað að heyra eitthvað svona nýtt. Já. Ég minnst alltaf eins og ég er búin að heyra allt. Já, manni finnst það, já. En heyrðu, svo erst þú með Marilyn. Já, uppáhaldskonan. Já. Aldrei þannig. Þú var að segja ykkur, fun fact að hún er jafngömmul og Queen Elizabeth, breytadrottning. Bæði jafngömmul. Fættar sama ár. Hæ? Já. Nei, Ekki styrlað. Styrlið starrið. er hún ekki 90 ára? Hún 94 95 ára. Já. Væri Marilyn Monroe 90 eitthvað ára? Já. 95. Oh my god, hún er alltaf svo young and beautiful Já. eitthvað í Já. hugunum hans. Crazy. Vá. Bjóst ekki við því. Nei, crazy. Jú. Marilyn. Marilyn okkar. Ok, það er þú veist, ef þið googlega þá dó hún úr óstórum skammti. Þú veist, það er það sem allir segja og halda. En Ofstum skamt af hverju? af, sem sagt, róandi lyfjum í bland við áfengi og svefnlyf. Ok. Ok, wow. Þannig að hún bara fór svo og vaknaði ekki aftur í rauninni, sko. En það eru svona ýmislega atriði sem að hafa hreint af stað svona einhverjum sögursöfningunum, þú veist. Það var mjög margir sögt sér í máleðinar og bara það er virkilega mikið skrítið við þetta. Já. Og þannig erstum við völd sem er ekki hægt að, þú veist, fólki sem hún var tengt, skilur, þú ert ekkert að fara, já. Það var eitthvað sem vildi losna við hana, það er bara þannig, þú veist, hún vissi of mikið. Já. Og já, en þegar hún sér deyr, það var, hvenær var það? 4. ágúst 1962, það var hún 36 ára gömul og búin að eiga einmitt við ótrúlega erfiða fíkn, veist, eins og allir við þetta bara, og líka bara andleg vandamál, var búin að fara ótrúlega mikið á milli manna, hún var búin að gifta sig oft búin að lenda í ástarsorg og hún var bara ótrúlega brotin kona. Já. Þú veist, það er alveg þannig, sko. Og Áttu erfiða æsku. já, þetta er rosalega erfiða æsku og en frá 1950 til 1960 og bara ennþá er hún einhvern veginn stærst í heimi. Bara icon. Þú veist, vita allir hvað Marilyn Monroe er. Þetta er bara íkon, sko. Og en þegar sem sagt, hún finnst látin, hún finnur hana heimilisþernan Já. sem að þrýfur heimi á henni daglega og hún hafði ákveðið sérst þetta kvöld, sérst 4. ágúst, aðfaranótt 4. ágúst, þá ákveði hún að gista heimi á henni. Hún gerði það stundum, hún ákveði þarna af því að Marilyn var búin að vera eitthvað skrítin, hún var búin að gráta ótrúlega mikið og búin að leggja upp í rúmi og hún var ekki búin að borða neitt og þær voru bara búin að bonda svo mikið og voru bara búin að skoða vinkonur. Það var bara farin að þykja vænt hana. Já, og hún átti bara aðstöðu heima hjá henni og herbyggi og eitthvað svoleiðis. Og hún fer sem sagt bara að þrífa daginn eftir, sem sagt 5. ágúst og þá sér hún að það er lokað inn til Marilyn. Og hún sér að það er allt slökkt, þú veist, frammi, en það er svona ljósglæta undan hurðinni og hún fyrir, tekur hurðina, það er læst og hún bankar það, þú veist, það kemur enginn til dyra og hún bara, oh my god, af því að þetta var pínu svona, fólk var aðeins fyrir að búast því að þetta gæti mögulega gest á myndi, þú veist, kemur fólk ekki beint óvart. Þannig að hún hringir, sko, hún hleypir sérst út og kíkir inn á gluggan og sér hana í rúminu sinu og þá liggur hún á maganum, símtól í hendinu. Já, ok. Þú veist, greinlega nýbúin að hringja að skella á eða eitthvað svo leiðis. Og hún hringir ekki að á neyðarlínuna eða á lögregluna, heldur hringir hún í sálfræðinginn hennar Marilyn, sem er maður sem heitir Ralph Greenson
og var búin að vera sálfræðingurinn hennar ótrúlega lengi og þau voru alveg þvílíkt náin og hann kemur og bara brýtur gluggan og fer inn og bara já, hún dáin og fer eitthvað að skoða hana og það hringt sérst í lögregluna og hún úrskurð látin bara strax og á náttbrunnar, svolítið svipaða með Brittany, þá finnast ótrúlega mikið af pilluglösum alveg bara endalaust af pilluglösum, ýmislega róandi lyf, svefnlyf og bara allt sem hún var háð. Já, þannig að þú myndir líta á vettvanginn þá er þetta bara, já, maður pínu svona, hún styrtaði þessu bara og fór að sofa, greið. En þegar hún svo krufin, af því að þú veist, ég veit ekki hvort það eitthvað alltaf gert, en það kannski bara gert til þess að vita nákvæmlega, þú veist, sjálfsvíg og svoleiðis en hún allan að krufin og það finnast enga pillur í maganum á henni samt var þetta allt pilluboks what? Það er fáránlega steikt já, og en samt fannst í blóðinu hennar það mikið magn af róandi lyfjum að það geta tekið 5 manneskjur niður nei, oh my god bara fáránlegt magn er það þá sprautað? Já, fann sprautu fyrr sem segir okkur það að hún hefur verið sprautuð og ekki gerðum það sjálf að þetta voru allt pilluglös, þetta voru ekki vökvi, skilurðu þannig að fólk var bara ok þetta er svolítið mikið magn og ef þú sprautaði með þessu magni þá ertu farin bara nokkrum mínútum sko. Þannig að það hefur 100% eitthvað verið þarna einmitt en hvernig komst manneskjan út? Að læst hann inn? Það er spurning sko fara út í gluggan eða eitthvað þannig að þetta voru svona stóru gluggar og jú, hurðin var vissilega að læsta innan sem er ótrúlega skrítið en þú veist já, þá fundust heldur engar skrár það, þú veist, að því það var náttúrulega fylgst rosalega vel með henni hún var ekki búin að fara inn á sprautur eða neitt þannig síðustu daga en samt var hún með rosalega nýleg sprautuför það sem var alltaf sprautaðar í höndunum wonder why þannig að fólk var bara ok þetta er mjög skrítið og ég fæ svona smá sama væp einhvern veginn af þessu og með Díönu prinsessu það er eitthvað svo skrítið í gangi það er eitthvað svo mikið feluleikur og en hún var náttúrulega að halda við John F. Kennedy sem var giftur maður forseti Bandaríkjanna og hún söng hana fræga Happy Birthday oh my god og það er alveg spurning sko hvort að hann hafi bara þurft að losa sig við hana hann bara vissi of mikið 100% og það sem rennir stóðum undir þá kenningu er lögreglumaður sem var sá fyrsti á vettvang sem heitir Jack Clemons en þegar það var skoðað sem sagt fortíðina hans þá var hans tengdur flokki sem heitir ICC eða International Communist Conspiracy svona kommunista samsæriskenningu og flokki sem heitir FIPO sem er rannsóknarflokkur sem leggur líf sitt í að leita upp í fólk sem getur valdið Bandaríkjunum skaða þetta er bara svona flokkur, lítill flokkur og það er bara, heyrðu þessi, hann veit þessi leyndamál þú eru frá stúdunum, þessi, hann veit þetta og þarna vissi hún örugglega alveg helling John F. Kennedy búin að leggja með honum upp í rúmi kvöld eftir kvöld og það að þessi maður hafi mætt á vettvang og hann sé tengdur í þessu og hann hafi oft þjónað einmitt John F. Kennedy í þessum kommunista flokkum er mjög skrítið. Ég trú ekki að þessi tilviljun. Nei, það er ekki tilviljun. Það er ekki tilviljun. Sérstaklega, maður myndi bara, já, það var overdose eða það myndi finnast pillurnar í krufningunni. Það fannst nefnilega ekkert í maganum. Af því að það er ekki, þá bara, hver er þá skýringin? En hvernig eru þeir þá bara að segja þetta sé eins og þetta er, skilur við? Það er bara, það meikar engan sens. Bara þú googlar þetta þá bara natural eða þú veist, overdose. Já. Samt er engin sönnunar það í maganum á henni, þar að segja. Nei, í krufningunni. Og það er engar nálar nálagt henni. Nei. Það fannst ekki neitt, sko. Og líka bara hvernig var hún að hringi? Já. Það var ekki komist yfir, það var eins og að væri bara búið að hreinsa símagögnin. Það var greinlega að tala við eitthvað. Já, og svo segir hún bara, heyrðu, það er eitthvað lappin það er einhver með bara senustu orðin hennar, skilur við. Spáði því, kannski var hún bara hvað er svo manneskja? Já, einmitt. Hver er það? Kannski hringdi hún einhver sem hún treysti sem er involved. Já, kannski hringdi hún í þessu. Og líka, þú veist, af hverju hringir þernan í sálfræðingin hennar? Já,
Það er líka Ætli hún hafi vitað að hann væri dáinn? Það er kannski spurning. Hann var náttúrulega búin að vera útrúlega mikið þarna. Ég held hann að það væri bara að það hefði sopnað með hann í símanum eða Já, það geti verið. vildi ekki fara að koma með sjúkrabíl og þetta, þá koma fjölmiðlar. Já. Þannig kannski vildi hún fyrst eitthvað að tjekka á því. Ég veit ekki hvort að hún sé góð kona eða ekki, skilur ég Nei, nákvæmlega. pæli hennar hlið, sko. Akkurat. En þetta er bara svo magnað, þú veist, að googla myndir innan úr herbygginn hennar og bara, þú veist, úr húsin hennar, þetta er svo ógeðslega skrítið. Þessi pilluglös og þetta bara meikar engan sens og þetta er bara ángríns besta dæmi í heimi hversu tengslanett, hvað getur verið sterkt. Og bara peningar og völd og það er með Bandaríkjaforseta. Já, þetta er líka bara svolítið eins og Jeffrey Epstein. Já. Það er bara að segja manni hvað völd geta gert. Já. Þannig að blessu þessi minning Marilyn Monroe. I love her. Já, bara 100% sko. Ég er búin að vera hana oft á Halloween sko. Nei, bara algjör góðsögn, en þetta er náttúrulega bara, það meikar ekki sens. Og það bara pirra mig að þessi, þetta er bara eitthvað svona, ok. Akkur er fólk bara halda á svona lífi, akkur er ekki ykkur annar að... Það er líka bara svo sorglegt hvað hún var notuð og farið illa með hana. Þú veist, greið. Umulagt. Að því hún var svo góð. Já. Það er ykkur að núti sem veit eitthvað meira, sko. 100%. Það er þannig. 100% sko. Þú veist, Þú veist bara alveg svo með dýinu, það veit alveg eitthvað hvað gerðist fyrir hana, sko. Já, það er fleiri sem veit nákvæmlega. Það er bara stundum það bara að láta fólk hverfa. Það veit mikið. Já. Því miður. Scary. Það veit ekki neitt. Já, það er ángríns best. Án djók, sko. En þú veist, þetta er svo ógeðslega oft svona, það sem að, þú veist, það er svo ógeðslega sjaldan sem að það eru kannski frægar stjörnur sem Marilyn Monroe eða eitthvað þannig, en það er svo oft sem að það er venjulegt fólk, bara fólk, sem bendlast einhvern veginn við, svona valdaríkt fólk, og svo hverfur það. Já, einmitt. Og þá er náttúrulega, þú veist, það eru ekki fjölmiðlar að skrifa það, við erum ekki að frétta því. Það var engin svona saga. Nei, það var engin saga, þannig að pæli ef að þetta gat gerst fyrir Marilyn Monroe, og þetta gat gerst fyrir Brittany Murphy. Hvað eru mörg keisarna úti? Einmitt. Þau sem að við veitum ekkert Örugglega endalaust. Sko. Endalaust. Þetta er crazy. Og þú veist, eins og Epstein og veit ekki neitt. Nei, eins og Epstein-málið, skilur, hvað ætli séu margir involved þar? Það er sturlamál. Ætli séu þúsundir. Örugglega meira, sko. Já. Og bara allir kallarnir sem eru með honum í klíku og hilma yfir honum og passa upp á hvern annan. Já. Það er svo sick, sko. Það er bara til eitthvað svona heimar að núti sem maður veit ekki af. Það er svo mikið af heimum, sko. Já. Það er svo skeri, sko. Það er svo skeri. Þetta er bara gott te. Það er ekki. Það er kannski pínu kallt. Sko. Kannski er það pínu kallt núna. Það er svo bræðmikið. Svo mikið. Það fók svona könnu sem er svona hítar í. Já, bara, thank you. Já. Vá, Inga, samt takk fyrir að koma og nenni að spjalla við okkur þetta. Þetta var mjög gaman. Þetta er auðvitað bara brota af þeim orðum sem við hefðum getað farið í. Og kannski tökum við bara eitthvað part 2. Já, nákvæmlega. Ég veist það mjög góð hugmynd. Og þú ætlar að geta ítverks og tepos gestir, geta þeir búist við þætti Selínu? Veistu það, já. Það ekki? Ég er bara komið á heilan right now. Já, það ekki? Jú, ég er að fara í það. Ég vil alveg vita meira þú veist, Jólanda og æskuna hennar og svona... Ángrín, sko. Alla vinkla. You can count on me. Geggjað. Þá látum við ykkur vita, að það var tepóskestin og við látum það vita þegar þinn þáttur komið út. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að koma. Mér er mig.